Þegar var ákveðið að koma með svona spjallmenni fyrir netspjalli okkar, þá var strax leitað til mín af því að ég er svona svo sem reynslu ríkust með netspjallið og veit svona hvað er almennt verið að spyrja oftast. Þetta er í rauninni forrit sem að getur svarað fyrir netspjallið. Það eru ýmsar spurningar sem að þetta forrit kann og veit hvernig á að svara. Það þarf ekki að koma að þessu alvöru manneskja. Þegar þetta eru svona þannig svör sem eru algeng og tiltölulega einföld. Þegar maður opnar netspjallið þá býður snjallmennið fyrst góðan daginn og býður upp á svona nokkra valmöguleika yfirleitt, svona helstu spurningar sem að þá fólk getur smellt á, en fólk getur líka spurt sem bara skrifað inn annarkvort orðið eða setningar eða, og þá í rauninni eru svona lykilorð sem að snjallmennið kann á og veit, já, ef þetta orð er þarna, þá vil hann spyrja um þetta og þá beinir hann í það í rauninni, þá grein í ákvarðanatrénu. Þó þessi handvenn að búða til, þá er þetta mjög svona spara tíma fyrir bæði okkur sem að svara netspjallið og líka fyrir fólk sem að spyrja, af því að þá þarf að í rauninni ekki að bíða eftir svari. Ef þetta er þessi algengustu svör sem að er ekkert mál að svara, þá bara kemur, tekur 2 sekúndur fyrir svara að koma og það er að komið. Þessar spurningar sem þið getur svarað er svona, til dæmis, ef fólk er á biðlista eftir einhvers konar aðgerð, þá getur það vísað í rauninni á réttan biðlistastjóra og hvernig best er að hafa samband þangað. Það er ef fólk vill fá aðgang að gögnum úr sjúkraskrá, þá er bent á leiðbeiningar um hvernig fólk fær það. Tímabókanir líka, hvert fólk hefur samband til þess að fá tíma og hvort að þurfa að vera með tilvísun eða ekki. Maður tekur sig töluvert oft með þessi svör. Þetta er náttúrulega bara nýfarið í loftið, svo að við erum ennþá að prófa þetta. Eins og ég segi oft að það þarf að skrúfa frá vatninu svo við sjáum hvað er leki og það er nú þegar búið að plástra yfir nokkur göt og það eru örugglega fleiri sem að koma í ljós eftir því sem við prófum þetta frekar. Bæði förum við yfir öll spjöllin sem eru að koma inn og hvar svona eru hnökrar á ferlinu og svo líka frábært ef fólk getur látið vita hvað þeim finnst gott og ekki gott við það sem er komið. Nöfnin þeirra, þau alveg gríðarlega skemmtileg. Það nefnilega kom upp svo hugmynd að gefa þeim kynhlutlaus nöfn og mér fannst svo æðist sjá hvað leið og svo hugmynd kom upp, þá var bara, heyrðu já, auðvitað verðum við að gera það. Það bara kom ekkert annað til greina og þannig að þau heita Blær og Bryn. Þetta eru börnin mín bara, Blær og Bryn Ástubönn.